Velkomin á fund hjá Alþjóðamálastofnun og Höfða friðarseturs hagsmunaöflun í Sýrlandi. Ég heiti Eva Bjarnadóttir og stundakennari hérna við Háskóla Íslands og að kenna núna námskeið flóttafólk. En það einmitt kannski sú birtingarmynd á stríðinu í Sýrlandi sem að við þekkjum hvað helst og verðum mest vör við í okkar eigin samfélagi. Það sem við kannski þekkjum minna, mörg okkar allavega, að hverjir berjast völdin í Sýrlandi og hver aðkoma annarra ríkja í kring. Rússlands og Kína og Bandaríkjanna sem eiga þarna mikla hagsmuni undir. Og önnur ríki á borð við Tyrkland og Ísrael, Íran, Sádi-Arabíu, Egyptaland og Jórdaníu. Og hingað kominn Magnús Þorkell Bennason, sem það nú vart að kynna, en hann prófessor við Williams háskóla í Bandaríkjunum, en hann líka gestaprófessor hér við Háskóla Íslands. Og hann mun fjalla í dag þá flóknu mynd sem að blasir við í Sýrlandi og hlutdeild fjölþjóðlegra hreyfinga á borð við Daesh og Jabhat al-Nusra í stríðinu og stöðu minnihlutahópa í landinu. Og eftir að hann hefur lokið erindi sínu, sem að verður það bil 30 mínútur, að þá hingað kominn Gunnar Hrafn Jónsson, sem að vann lengi sem fréttamaður hjá RÚV og fylgdist vel með atburðunum í Sýrlandi, en var eins og þið þekkið líklega flest kjörinn á Alþingi síðastliðið haust fyrir Pírata. Og hann mun bregðast við erindinu og eftir hans viðbrögð þá munum við opna fyrir spurningar. Þannig að gjörðu svo vel, Magnús Þorkell. Þakka ykkur öll fyrir að koma hérna í dag til þess að ræða málefni Sýrlands og ég bjó sjálfur í Sýrlandi í 1 ár árið 92 til 93 og ein ástæða fyrir því að við fórum svo mörg til Sýrlands á þessum tíma var vegna þess að Sýrland var mjög stöðugt ríki og raun og veru var mjög leiðilegt ríki. Það var eiginlega ekkert að gerast þar og það var einmitt svo aðdráttaraflið við Sýrland var hvað þetta var leiðilegt land. Það var ekkert að gerast í pólitíkinni. Leynulögreglan var allstaðar, stjórnmálin voru mjög stöðug, Sýrlendingar voru almennt sér ekki mikið að skipta sér af stjórnmálum og utanríkismálum og þess háttar. Og þess vegna var svo spennandi að vera í Sýrlandi sem námsmaður til þess að ferðast þar og kynnast land og þjóð. Og það sem var líka kannski alveg sérstaklega gaman við vera í Sýrlandi var á þessum tíma í byrjun fyrstu ár, 10. áratugs 20. aldar var að Sýrland hafði lítið breyst á 20. öldinni. Það var nútímann hafði ekki gert innreið sín eins og önnur lönd í Miðausturlöndum og síðan var gestrisnin og fólkið svo vingjarnlegt við okkur útlendingarna voru mjög ákveða sín okkur þjóð sína og menningu og kynnast þessu fólki. Og þess vegna þetta svo sérkennilegt fyrir mig að standa hér í dag til þess að tala þetta land og þetta fólk sem ég kynnti svo vel á sínum tíma og vel flestir þeir einstaklingar sem ég hef verið í tengslu við, sem ég þekkti og kynnti sem ég bjó með, sum þeirra hef ekki hugmynd hvar þeir eru niðurkomin í heiminum í dag. Önnur hafa sem betur fyrir náð að flýja, eru annarkvort í Tyrklandi eða í Kanada eða í Ástralíu. En almennt séð þetta land, þetta fornt ríki, þetta mikla menningar þjóð, þetta mjög flókna samfélag en stöðuga samfélag núna nánast komið að niðurlotum. Þannig núna fólk að tala það, Sýrland ekki lengur til? Það bara algjörlega horfið, þetta forna menningaríki? Hérna var Stafróa fundum upp, hérna var Landirkja, hérna var Akuryrkjan fundum upp. Þetta var eitt helsta menningarsvæði heims, helstu eingyðistrúarbrögð heimsins, veraldarsögunar, eiga svona uppdráttarsýnis og eiga svona grunnurinn af eingyðistrúarbrögð heims í Sýrlandi. Þannig ég meina aðeins að það svona bakgrunnurinn af þessari spurningu. Hvað Sýrland? Sýrland í raun og veru búið? Og að mörgu leyti þetta stríð sem við höfum vitnað síðustu 5 árin í Sýrlandi, ég myndi að segja að mörgu leyti þetta kannski svona birtingarmynd nútímans og hvernig við heyjum stríð og vandi þess að bregðast við svona stöðu. Hvað segir þetta vald í heiminum í dag og burði okkar til að gera eitthvað í málunum og burði stórveldin að gera eitthvað í málunum? Og síðan líka að lokum, þetta raun og veru borgarastyrjöld? Þetta bara Sýrlendingar sem að berjast? Eða þetta eitthvað svona staðgöngustríð sem á ensku heitir proxy war? Það sem eru kannski mjög stærri spurningar
meiri hagsmunir, eitthvað svona ný heimsmynd sem að gerjast á þessum slóðum sem við höfum kannski ekki endilega verið að fylgjast með. Vegna þess að við höfum verið eðlilega mjög upptekin af þessum hræðilegu myndum sem við höfum verið að sjá síðustu 5 árum og það sem við bara fylgjast með þessum myndum og kannski er þetta eitthvað eymdarklám, við bara horfum á þessar myndir og reynum að gera ekki neitt í þessu, en þetta eru þær myndir sem því miður að birtast bara frá degi til dags í fjölmiðlum. En hvernig kom það til þess að þetta stöðuga, friðsæla, leiðilega land gerðist í þetta stríðsþjóð? Og kannski fyrsta sem kannski þarf að skoða er bara staðsetning landsins og þetta var náttúrulega vagga siðmenningar á mörgu leyti, en ástæðan fyrir því að kannski aðstæður hafa þróast á þann hátt eins og það er í Sýrlandi í dag, er staðsetningarinn vegna og hvar þeir eru staddir hér á landamæri Tyrklands, Írak, Líbanon, Ísrael, Jórdaníu og Sýrland almennt séð fram á 21. öld var ekki talin eitt sérstaklega mikilvægt land upp á svona stöðu þeirra eða hvað var það náttúru auðafi, það var ekki mikið olíu eða gas, þannig Vesturlöndin voru ekkert endilega að skipta sér svo mikið af málefnum Sýrlands og þess vegna var það kannski tiltölulega leiðilegt, en af hverju nú, allt í einu nú eru Sýrlendingar svo mikið í sviðsljósinu. Bara svona til þess að hafa í huga þá oftast nær þá tölum við Sýrlendinga í eintölu, en ég vil bara undirstrika það að Sýrlendinga hafa verið, voru fram að þessu, hafa verið tiltölulega fjölbreytileg þjóð. Þetta var fjölþjóðaríki, það voru margar þjóðir að margir hópar, etnískir hópar í þessu landi. Þó svo að Arabar voru meirihluta hópurinn í þessu landi, það bil 90% af Sýrlendingum voru litu á sig sem Araba, það er að segja tala arabísku og líta á sig sem Araba. Kúrdar eru voru það bil 10% af þjóðinni, síðan voru minni hópar eins og Armenar og aðrir sem tilheyru þessari þjóð. Og þegar maður var í Damaskus til dæmis og í Aleppo, þá var mjög auðvelt að sjá þennan fjölbreytilega hópa í stórborgunum. Ef við skoðum trúarbrögðin, og þá er þetta eitthvað sem kannski skiptir svo litlu máli, skiptir kannski ekki öllu máli, en þetta er vitaskuld mjög mikilvæg breyta í þessu öllu saman, að þá voru sunnimuslimar hafa verið í miklu meirihluta í þessu landi, 75%, almennt séð í heiminum öllum eru sunnimuslimar svona það bil 85%, en síðan er šíta minnihluta hópur sem er það bil 15%, sem er svona samsvara nokkuð með hlutfalli í heiminum í dag. Šítar eru svona það bil 15% af öllum múslimum í heiminum í dag. En það sem kannski sérstakt er að meðal þessa tölur šíta eru þessi svoköllu alavítar sem šítar viðurkenna sem šítar, meðal annars Ayatollah Khomeini, erkiklerkurinn í Íran, hann viðurkenndi alavítarna sem šíta og aðrir šíta líta á alavítarna sem šíta og alavítarna sem nafni gefur til kynna eru fylgjendur Ali sem flesti šíta telja hafa átt að vera fyrsti leiðtoginn eftir dauða spámannsins Múhammeds, en sunnimuslimar líta ekki á alavíta sem alvöru šíta og sumir sunnimuslimar líta stundum á alavíta eins og ekki alvöru muslima. Það er vegna þess að alavítar eru svona leynileg trúarbrögð, þeir halda í hópinn mjög og þeir veit ekki utanaðkomandi inngöngu inn í samkomuhús þeirra og inn í svona helstu leyndamál trúar þeirra, þannig enginn veit raun og veru hvað alavítar trúa á og hver svona helstu guðfræðilegar hugmyndir þeirra. Og ástæða fyrir því að ég að dvelja svolítið þá er að ríkisstjórn Sýrlands frá að með svona 7. áratugnum hefur verið stjórnað af alavítum og herinn hefur verið upp til hópa samansettur af alavítum. Og ástæða fyrir því að alavítar komu svona til valda er bara klassískt saga eða einkenni heimsvaldastefnunar að þegar frakkar komu þarna inn til þess að stofna þetta land, þá náttúrulega fundu einhvern minnihlutahóp til þess að treysta á og völdu alavítuna til þess að gáfu þeim vopnin og það voru alavítar sem náðu svona framgöngu innan hersins. En þetta skiptir svolítið máli núna að ríkisstjórn Sýrlands lítur á sig sem šíta og þar af leiðandi eru þeir að mynda tengslu önnur šíta ríki á svæðinu til að mynda Íran og núverandi ríkisstjórnina í Írak og líka Hezbollah samtökunum í Líbanon sem líka eru šítar. Þannig þar eru komin svona ný tengsl. Síðan eru önnur prósenta sem eru kristnir í Sýrlandi. Þetta var kannski elstu kristnu söfnuður
voru í Sýrlandi og þetta voru því ég átti heima að svona cirka 10% af þjóðinu voru kristnir, mjög ólíki kristnisöfni, þarna voru kaþólikar, réttmorðakirkjunum, mótmælendur og þess og þar, margar kirkjudeildir sem þarna voru starfandi og síðan voru drúsar í annar minnihlutahópur svona innan með 3%. Þannig að þetta var mjög fjölbreytileg þjóð, fjölmenning í þessu landi. Og hér kort sem sýnir þetta mjög vel, hvar þessir hópar áttu heima. Þetta var land sem voru, þar sem hóparnir byggu oft í stórborgunum, minnihlutahóparnir, sérstaklega hérna í Damaskus og hérna fyrir norðan í Aleppo. Kúrdarnir voru hérna almennt fyrir norðan. En eins og sjá þessu korti þá var þetta mjög fjölbreytilegt land. Þegar ég var hérna þá var landið fátækt land, en það var samt sterk millistétt, það var tiltölulega gott menntakerfi, það var almennt gott læsi í landinu, þess vegna var svo gott að fyrir útlendinga að læra arabísku, að við lærum þetta klassíska mál og Sýrlendingar tóku þetta mjög alvarlega og voru mjög ákafir í því að tala við á klassísku arabískunni, frekar en að fá til Egyptalands eða Alsír eða Jemen, þá voru ekkert eins ákafir að tala við á þessu klassíska máli. Þannig almennt séð, þá voru Sýrlendingar bara svona sterk millistétta þjóð. En núna eru tölurnar alveg skelfilegar á 5 árum, hafa Sýrlendingar sem var tiltölulega stöðugt land, orðið að miklu fátækaríki og þessar tölur eru alveg skelfilegar þegar við sjáum að 70% þjóðarinnar eru búið í svona, á ensku kallað extreme poverty, það sem bara hverjum einasta degi þá viti ekki hvort það eiga í sig og á. Þetta er alveg skelfilegt ástand. Atvinnuleysi 60%, 50% af börnum gangi ekki í skóla, treystir sér ekki úti til þess að gangi í skóla, lífslíkur eru 20% styttri en var fyrir 5 árum og síðan þetta land sem var með tiltölulega gott heilsutryggingakerfi og bara sjúkrastofnun og þess að það allt í einu verið að fara að sjá nýja svona faraldsjúkdóma eins og kólera og lömunarveika tauga sem var bara alls ekkit þekkt fyrirbæri sérstaklega á 10. áratug og 1. áratug 21. aldar. Það sem við vitum þetta stríð að 500.000 manns allavega hafa látið lífið með beinum eða óbeinum hætti í þessum átökum. Þetta bara eins og 1,5 Ísland, við bara farist núna á þessum 5 árum. Og helmingur þjóðarinnar, það bil 12 til 13 miljón manns, hafa flúið heimili sín, þannig á vergangi annarkvort innan Sýrlands eða hafa flúið land sérstaklega til Jórdaníu, Líbanon, Tyrklands og síðan sumir til Evrópu. Og það sem kannski einkennandi fyrir þá sem hafa flúið Sýrland, hafa náð að flýja landið, að almennt séð eru þeir betri menntaðir, eru yngri heldur þeir sem eru heima fyrir. Og þeir sem hafa flúið land eru almennt séð svona milli og efri millistéttin vegna þess að þeir eiga vegabréf, þeir eiga peninga, þeir eiga sambönd og þeir hafa bara svona þekkingu hvernig á að koma sér úr landi. Þannig að þeir sem eftir eru, þeir sem eru aldraðir, eru veikir eða fátækir og það þeir sem eru eftir eru. Þannig þetta stóra spurningi, hverjir þá eftir í Sýrlandi og hverjir munu koma að uppbyggingunni þessa lands, sérstaklega þegar það áætlað fyrir svona árið síðan að kostnaður þetta stríð hefur kostað þessa hérna tölu, ég kann ekki alveg segja þessa tölu, en þetta sem sagt $275 miljardar sem reiknast til að vera hvað sem þessi tala nú á íslensku, en þetta hvað er þetta 12,0 og það sem sagt þetta áætlaður kostnaður við stríðið og það alveg til þess að ná landinu upp á 0 punkt það sem var árið 2011 þá þyrfti þetta kosta til þess að byggja upp þetta land. Og hver á þá að sjá það? Það verður alþjóðasamfélagið eða á Sameinuðu þjóðirnar, hver ber ábyrgð á því og sérstaklega hver á að fjármagna þetta verkefni. Eins og getur séð þá þetta eitthvað mikið verkefni. En af hverju braust út þetta stríð? Og það eru alltaf þegar svona stríð brjótast út, þá vissulega eru margar ástæður fyrir því og ég vil kannski undirstrika nokkrar mikilvægar ástæður og fyrsta sem við kannski tölum ekki mikið þessu umhverfis ástæður. Við sáum það á byrjun 21. aldar, þá var mikil þurrkar í landinu í öllu Miðausturlöndum og það var mikið skortur á landbúnaðarvörum og það leiddi til svona mikils ólgu meðal fólks sérstaklega í dreifbýli, þannig að við höfum kannski einblínum ekki svo mikil á umhverfisáhrifin en þeir eru gífurleg.
innrásin í Írak 2003 og hernámið þar og óstöðuleikin í Írak hefur haft gífurlega mikið að segja vegna þess að það stríð sem hefur átt sér stað í Írak hefur núna flust yfir til Sýrlands vegna þess að landamæri voru tiltölulega opin. Þeir aðilar sem voru að berjast gegn hernámi Bandaríkjanna og tók að sér vopnabúr Íraka, fyrrverandi hermenn Íraka hersins hafa nú komið og eru núna að berjast í Sýrlandi vegna þess að þeir líta svo á að nýja ríkisstjórnin í Írak šíta ríkisstjórn og þeir telja hann ekki vera neitt lögmæta, telja sig ekki eiga neina framtíð í Írak og þar af leiðandi eru búin að taka byssur Íraka hersins og eru að nota þær núna í Sýrlandi að þeir vilja sjálfir ná eitthvað yfirráð í Sýrlandi og í Írak. Síðan að sjálfsögðu þetta etnísku deilur sem hafa átt sér stað í Miðausturlöndum hefur aukist mjög á síðastliðnum árum og kannski einhver svona samkeppni á milli stærstu þjóðir súnnita, til dæmis Sádi-Arabíu og stærstu þjóðir šíta eins og Íran, að núna komið kannski einhvers konar kalt stríð eða valdabaráttu milli þessara þjóða hver voldugasta ríkið í Miðausturlöndum, hver á að stjórna Persaflóanum, hver á að stjórna umferðinni í Persaflóanum og einhverju leyti tengist stríðið í Sýrland þessari deilu líka. Sem má ekki gleyma arabíska vorinu. Þegar arabíska voru hófst hérna 2011, það byggust einmitt allir við því að þetta var þessi bylgja framfara og nútímans og frjálslyndar afla ætla núna að steypa á stólu öll þessum gömlu einræðisherrunum. Við heldum þetta yrði svoleiðis þvílíkur rússibani þar sem nýjar kynslóðir kemur fram með nýjar áherslur og nýtt stjórnarfar. Og það bara, ég geri ráð fyrir að allir þessir einræðisherrar myndi bara líða undir lok. Og við vorum svo sérstaklega spenntir yfir þessu vegna þess að við vorum á Facebook alveg sem unga kynslóðin sem voru svo hipp og cool eins og við voru að lesa sömu bækurnar við vorum og voru að þekkja sömu hugmyndafræðina við þekktum og þess og voru að hlusta á okkur, við vorum að hlusta á þau og sjáðu þau voru að steypa stóla þessu gömlu spiltu herforingjastjórnum. Þessna vorum við að halda með þeim og heldur virkilega að núna væri tími þessara afturhaldsafla liðinn. Og við vorum sérstaklega spennt yfir þessari nýju kynslóð sem tókst að steypa þessum einræðisherrumarstóli. En svo reyndist það svo að þeir sem voru valdamiklir höfðu völdin voru ekki allir á því að gefa upp völdin sín. Sérstaklega voru við hissa á, sérstaklega kom það okkur óvart að Bashar al-Assad, forseti Sýrlands, skildi bregðast svona ókvæða við eins og hann gerði þegar arabíska vorið braust út. Þegar hann tók við af pappa sínu, Hafiz al-Assad, ég bjó í Sýrlandi undir Hafiz al-Assad og Hafiz al-Assad var þvílík ógnarherra. Allstað voru myndir Hafiz al-Assad, það var plakat af honum, allstað í leigubílum var myndir af honum, hvers sem hann fór samar, ásýnd hans horfa á þig. Það hafði svona mikla tilfinningu, hann var í stóri bróður og hann var sérstaklega klókur stjórnmálamaður. Á 8. og 9. áratugnum þá eins og utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Breta og Frakka eru sífellt að tala hversu erfitt var að semja við Hafiz al-Assad. Kissinger var til dæmis sífellt að tala það. Hann var kannski maður að segja svona töffari, var stjórnmálamaður sem virkilega vissi hvernig átti að beita völdin og hann var búinn að gera elsta son sinn Basil tilbúinn til að taka við forsetaembættinu. En Basil elsti sonurinn lést í bílslysi. Næst elsti sonurinn, Bashar al-Assad, bjó í Englandi, var augnlæknir, bjó í Englandi og var þar af leiðandi vel kunnugur vestrænni menningu. Þannig að við stóðum þeirri meiningu að augnlæknirinn sjálfur myndi að fara tilbaka, vestrænn og myndi auðvelda í Sýrlendingum að sjá betur og þess háttar. Og við töldum að þegar að þessi arabíska vor hófst, að hann myndi bara taka milljarðana sína og flytja til Dubai eða Sádi-Arabíu og bara búa í velestingu þar, ekkert vera að standa í einhverju vesinni. En það kom okkur verulega óvart að hann ákvað að nota þau völd og nota þær byssur og nota þau vopn sem honum stóð til boða og barðist vel og kröftulega gegn stjórnarandstæðingum Sýrlands. Og eitt af því sem kannski gerði málið erfiðara að vegna þess að Sýrland hafði verið svona leiðilegt land, vegna þess að Sýrland hafði verið svona stöðugt land, og vegna þess að Sýrland var búin að vera svona lokað land, þá var ekki til í Sýrlandi mikið af flokkum eða
stjórnmálaöflum sem voru svona í tilbúnir til að taka við. Það var nánast engin stjórnarandstaða í landinu þegar 2011 hefst. Þannig að þegar fólk sem voru móti Bashar al-Assad sáu þarna kom ykkur aðilar að voru að berjast gegn ríkisstjórninni, þá tóku allir þeir fagnandi og fólk gerðu ofta ekki greinarmun á hvernig þeir voru að styðja í því sambandi. Og til þess að berjast gegn Bashar al-Assad ríkisstjórninni, þá fóru alls konar öfl, fóru að senda inn vopn og stuðning til stjórnarandstöðunir í Sýrlandi án þess að vita raun og veru hverju þetta voru. Sádar, Ísraelar, Bandaríkjamenn, Tyrkir og fleiri voru neikvæðir í garð Bashar al-Assad stjórnarinnar og þar af leiðandi stuttu stjórnarandstöðunni með ráðum og dáðum og peningum og vopnum. En einn af þeim einn hópur sem tekur hérna við og byrjar að berjast gegn Sýrlands stjórn Daesh eða hið svokallaða Íslamska ríki sem vegna stjórnleysisins, vegna hversu flókið landfræðilega Sýrland átti tiltölulega fljótt auðvelt með að ná valdi á austurhluta Sýrlands hér og á nokkrum árum náðu þeir að ná töluverðu umráða á þessum slóðum bæði hér í austurhluta Sýrlands og vesturhluta Íraks og við sjálfsög höfum fylgst vel með þessum samtökum og þessu samtök eru vel þekkt og þeir eru einmitt í sínu áráðarstarfsemi eru sífellt að minna á sig með einum og öðrum hætti og áráðarsmyndbönd þeirra eru mjög effektív til þess að reyna að sýna fram á það að þetta eru öflug samtök. Hérna eru þið í Palmyra, þar sem voru fjöldaaftökur átti sér stað og þeir tók ekki einungis fólkalífi, heldur eyðilögðu líka sögulega muni. Hér musturinn í Palmyra fyrir og eftir, vegna þess að þeir töldu að þetta væri eitthvað musteri og saga sem ætti endilega að stroka út, að þeir telja þetta sé ekki saga sem við ættum að fylgja. En stríðið í Sýrlandi, meðal annars í Palmyra og öllum stórbónum hefur haft gífurlega eyðileggingar í för með sér. Ég ætla bara að sýna ykkur nokkra myndir. Hérna í Aleppo, hérna svona típisk götumynd í Aleppo og hérna í Kobani, þar sem litli strákurinn Aylan al-Kurdi sem ég sýndi ykkur í byrjun var frá. En ástæðan fyrir því að þetta hefur þróast á þennan veg að það eru svo margir aðilar í þessu stríði sem koma þarna inn með einum eða óbeinum hætti að þessu stríði. Og hérna í mér langa lista og ég ætla ekki að fara að tala hvern einasta aðila á þessum lista, heldur ég ætla bara að nefna þá sem eru kannski mikilvægstir á þessum lista og velta fyrir mér hvað það sem þeir eru að reyna að fá út úr þessu, út af hverju eru þeir að berjast í þessu stríði og hverjir eru raun og vera að vinna saman. Og satt að segja staðan í Sýrlandi alveg gífurlega flókin. Á hverjum degi eru nýja fylkingar, vinir mínir í dag eru óvinir mínir á morgun, til dæmis Tyrkir hér byrjuðu á því að vera gegn Sýrlands forseta en á undanförnum árin, síðustu 2 árum, hafði þeir verið að færast nær Sýrlands forseta. Þannig þeir byrja í stjórnarandstöðu en allt í einu hafa fært svona 180 gráður í átt til Sýrlands forseta. Og það vegna þess að þeir bara meta stöðun sem svo að það sem núna þeim í hag að styrkja stöðu sína við Sýrlands forseta. Það eru nánast mjög fáar alþjóðlegar stofnanir sem eru starfandi í Sýrlandi, mjög fáir blaðamenn eru þar í Sýrlandi og hverjum degi erum við að fá alls konar fréttir hvað að gerast en mikið af þessum fréttir eru mjög óáreiðanlegar og við vitum í raun og veru ekki hvað í gerast dagstælega í Sýrlandi, þannig að það er mjög erfitt að fylgjast með stöðunni þar. En það sem við kannski vitum, ef við einföldum þetta mjög, þá kannski snýst stríðið, má segja að annars vegar það á milli Sýrlands stjórnar sem nýtur stuðnings Rússlands, Tyrklands og Írans og Hezbollah samtakana sem að berjast við stjórnarandstöðuna sem eru þá fyrst og fremst núna Daesh og önnur samtök stjórnarandstöðunar og síðan aðrir stjórnarandstöðuflokkar sem njóta kannski stuðnings Bandaríkjanna og Kúrda og Katar og Ísraela og fleiri sem eru að reyna að klekkja á Sýrlands stjórn vegna þess að þeir eru búin að veðja gegn honum og eru þar af leiðandi að berjast
með sínum ráðum gegn honum. Tyrkir, Rússar og Íranir eru mjög sérstök heild og þetta er algjörlega ný staða að utanríkisráðherrar þessara landa að hittast og að skilgreina hagsmuni sína að þessu leyti. Rússar til dæmis hafa verið með herstöð í Miðjarðarhafinu í Tartus í Sýrlandi til fjölda margra ára. Rússar, þegar Sovétríkin var hér, voru í mjög nánum samskiptum við Sýrlandsstjórn. Vel flestir æðstu embættismenn liðsforingjar sýrlenska hersins fengu þjálfun sína í Rússlandi, í Sovétríkjunum. Vel flest vopn sýrlenska hersins koma frá Rússlandi og Sovétríkjunum. Og Sovétríkin og síðan seinna Rússland litu á Miðausturlönd og sérstaklega á Sýrland sem svona bakgarður sinn, eins og þetta tilheyrði þeim rétt eins og kannski Bandaríkjamenn líta á Kúbu og Karabískahafið. Þetta sé tilheyrði þeim og þeirra svona tengist þeirra landsvæði. Íranir hafa mjög mikinn áhuga á Sýrlandi vegna þess að þeir telja að við þurfum að mynda ákveðin tengsl við Sýrlandsstjórn sem eru sjíta-stjórn. Þeir telja að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að eiga þarna styrka stjórn sem getur verið vinir okkar og vera einhver í samvinnu gagnvart öðrum löndum í Miðausturlöndum. Þeir eru oft að senda vopn frá Íran til Hezbollah samtökuna í Líbanon. Þeir eru mjög ákafir af því að eiga greiðan aðgang að Miðjarðarhafinu og sjá að þeir geta kannski flutt gasleiðslur frá Íran í gegnum Írak, þar sem ríkisstjórn núna sem hliðhollt gegnum Sýrland og gegnum Líbanon til Miðjarðarhafsins. Þeir eru mjög ákafir yfir því að hafa aðra leið til að koma afurðum sínum á markaðinn heldur í gegnum Persaflóan. Þeir eru líka mjög ákafir því að koma í veg fyrir að Sádi-Arabar ná þar völdum. En þannig að Rússar og Íranir eru að vinna mjög náið hér í þessu stríð og hafa verið að styðja Sýrlandsstjórn með ráðum og dáðum. Sýrlandsstjórn sem hefur nánast ekkert núna í þjóðartekjur, þeir hafa þennan stuðning frá Íran og Rússlandi. Tyrkir koma með eina mjög sérstakar stöð. Hvað í ósköpunum vakið fyrir Tyrkjum? Ég ætla að sýna ykkur eitt kort sem hefur birst mikið í tyrknesku sjónvarpi núna nýlega. Eins og kannski vitið nýjar áherslur í tyrknesku stjórnmálum og núverandi forseti Tyrklands hefur mjög mikinn áhuga á Ottomanveldinu Tyrkja. Og hann lítur svo á að eftir heimsstyrjöldinni fyrri þá hafði Tyrki kannski gefið upp aðeins og mikið af sína forna landsvæði. Og núna allt í einu að sjá nýtt kort í Tyrklandi þar sem gerir ráð fyrir því að landamæri Tyrklands fara inn suður fyrir Kirkuk og Mosul í Írak, inn fyrir það sem núna norðurhluta Sýrlands. Þannig Tyrkir eru kannski að taka þátt í þessu til að hafa svona landsvæði þar sem þeir geta haft stjórn á. Þannig kannski eru Tyrkir að hugsa sér til hreyfings á þessum slóðum hér. Það er líka annað sem vakir fyrir Tyrki hér á þessum slóðum. Eitt af því sem Bandaríkjamenn hafa gert til að heyja baráttu gegn Daesh, gegn ISIS og gegn Sýrlandsforseta, að þeir hafa ekki viljað fara með sína hermenn sjálfir inn í Sýrland af augljóslegum ástæðum. Þessi stað hafa þeir veitt vopn og ráð til Kúrda í Sýrlandi. Kúrdar hafa verið svona andstöðafl innan þessa stríðs. Tyrkir sjá Kúrda með byssur og þá lítur það svo á að það væri mjög hættulegt þjóðaröryggi þeirra. Þar af leiðandi hafa Tyrkir ákveðið að berjast í þessu stríði gegn Kúrdunum í Sýrlandi, gegn hagsmunum Bandaríkjanna vegna þess að þeir vilja koma í veg fyrir það að Kúrdar í Sýrlandi ná einhvers konar sjálfstjórn eins og það er gert í Írak, svo að Kúrdar í Tyrklandi fái kannski ekki sjálfstæðisbaráttu þeirra kemst ekki á skrif. Þannig að Tyrkir eru að taka þarna virkan þátt í þessum og vinna með Írönum sem algjörlega ný staða í stjórnmálum Miðausturlanda. Engar bækur stjórnmál Miðausturlanda tala samvinnu Tyrki og Íran. Bara síðan á 14. öld hefur verið rígur á milli þessara landa. Núna allt í einu komin ný stað þar sem þeir eru farnir að vinna saman. Að þeir sjá að þarna getur unnið saman og búið til ný landamæri á þessum slóðum. Eitt af því sem við ræðum ekki oft þessu gífurlega miklu vopnaflutningar sem eiga sér stað. Hvernig stóð á því að öruggasta land heims, Sýrland,
þetta mikla lögregluríki þar sem öll vopn, alla byssur voru hjá lögreglunni og hernum, allt í einni nóttu var nánast hver einasti maður með byssu. Það er vegna þess að við höfum séð stórkostlega vopnaflutninga til Sýrlands og mikið af því kemur frá Austur-Evrópu, frá Serbíu, frá Rúmeníu, Búlgaríu, margt kemur frá Frakklandi, frá Bretlandi, Bandaríkjunum og Katar og hvernig Katar og Persaflóaríkin hafi verið í svona logistics að færa sig frá Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu til Sýrlands. En margir hafa þar af leiðandi grætt mjög á þessu stríði, vopnaframleiðendur, enda hefur þetta verið svona eins konar góðsjön tíð fyrir þá. Og þetta er eitt af því sem við höfum kannski ekki gert nægilega mikið í því að reyna að stöðva að tala af hverju vera að senda öll þessu vopn til Sýrlands, af hverju vera að auðvelda fólki í þessum stríðsrekstri að hafa aðgang að þessum vopnum. Núna erum við að sjá það, ég veit ekki hvort þið sjáið á þessu stríði, á þessu korti, er að Sýrlands stjórn hefur núna nánast stjórn á Damaskus, Homs og Aleppo. Þeir eru með svona austurhluta landsins nánast á sínum snærum. Stjórnarandstaðan hefur ýmis landsvæði enn á sínum snærum. ISIS er með stór svæði einnig. Kúrdar hefur komið með nokkuð mikið kontról hérna í norðurhluta landsins. Þannig að landið enn sem komið óstabílt. Og vegna þess að landið svo óstabílt, vegna þess að Sýrlandsstjórn er það veikburða, vegna þess að þessi stjórnarandstæður aðilar Daesh og fleiri eru búin að tryggja stöðu sína sem svo að það er ekkert sem bendir til þess að þessu stríði muni ljúka á þessu ári eða á næstu árum. Það sem við sjáum fram á í raun og veru óendalegt stríð í þessu svæði, af því það mjög lítið sem gerir fólk svona, það ekkert sem hvetur fólk til þess að semja eitthvað frið. Ég vil kannski þá enda á þessu að fólk að spá því, eins og margir hafa bent á, að Sýrland verður eins konar Sómalía. Að þarna verður kannski eitthvað svona stjórn en landið verður almennt séð bara stjórnlaust. Og þar mun áfram bara verið alls konar hópar sem með byssur sem stjórnar litlum landsvæði hér og þar, en þetta fyrrum stöðuga leiðilega land, þetta verður einkenni þess. Það svo mörg mál sem eru óútkljáð. Sýrlands stjórn undir stjórn Assad, hann getur ekki stjórna þessu landi eitt, hann þarf á þessum erlendum aðilum að halda, Hezbollah samtökunum, Íran og Rússland sérstaklega. Og þar af leiðandi munu þau væntanlega eru ekki gera þetta af því þau eru svo bara góð, þeir eru að gera þetta út af sínum eigin hagsmunum og vilja gjarnan tryggja þessa hagsmuni sem eru gífurlegir fyrir þá. Ég held að áfram, kannski það sem þetta gerist að þetta verður áfram, þessi óstöðuleiki mun ríkja áfram, en það sem kannski það sem Sýrlands stríði núna hefur sýnt okkur fyrsta lagi hvað við erum vanmáttug, hvað við getum raun og verið lítið gert, hvað eðli stríðs hefur breyst mikið, hvað tiltölulega fámennur hópur manna með byssum getur gert ótrúlega eyðilagt mikið og hvað geta stórveldin gert raun og verið til þess að íhlutast í svona mál. Í þriðja lagi þá þetta kannski sýna fram á það að við erum að horfa fram á það bara endalok mannréttinda og enginn að tala neitt mannréttindi þessa fólks og hvernig við bregðast við svona hrikalum krísum, í mannréttindakrísum á þessum slóðum, við sem sagt sjá fyrir því að endalok mannréttinda í Miðausturlöndum vegna þess að þarna að koma fram nýja ríkisstjórn með nýjar áherslur sem þeir vilja allt. Eina sem vakir fyrir þeim að tryggja eigin völd. Og þetta kannski það sem við sjáum að gerast hérna í Sýrlandi og svona hvernig við erum algjörlega vanmáttu til þess að bregðast gegn þessu glæpum gegn mannkyninu í Miðausturlöndum. Ég ætla að enda á þessari mynd sem eru grafreitir í tengslum við Aleppo. Það núna 2 dagar þangað til nýr Bandaríkjaforseti tekur við og það líka stóra spurningin. Enginn veit raun og veru hverja vera áherslur Bandaríkjanna í þessum efnum. Hann hefur nefnt að hann með gífurlega, hann með bestu áætlunina til þess að sigra á Daesh, á ISIS og hann með betri áætlun heldur en herförungi Bandaríkjamenn hafi verið með.
það virðist vera eins og hann ætla ekki að skipta sér mjög mikið af þessu stríði. Það virðist eins og hann ætlar að bara vinna með Rússum og Írönum til þess að berjast gegn Daesh. Hann metur þeir að Daesh eru hættulegri afl heldur en Sýrlandsstjórnin sjálf. En þetta á allt eftir að koma í ljós, þannig að framundan því miður áframhaldandi stríð og það Sýrland sem við þekktum, það Sýrland sem var þetta gífurlega mikilvæga menningarland, má kannski segja að við getum, það ekki lengur til. Og ef ég þá búinn með mitt og ég þá fá viðbrögð þá, frá Gunnari. Takk fyrir. Þetta var afskaplega vel að sér vikið að gera þetta svona stuttum tíma. Ég vissi ekki alveg hvernig ætlar að fara að þessu með að við flækjustíði, alla þessa mismunandi hagsmunaöfl sem þarna eru. Ég fekk áhuga á þessu svæði raun og veru dálítið í arf frá föður mínum og ég var að biðja hann heiti Jón Ormur Halldórsson, og ég var að biðja hann að skýra aðeins fyrir mér eitt kort sem ég fann á netinu sem voru svona held ég 40-50 mismunandi hagsmunaaðilar og svona krosstengsl og þetta var bara eins og spagettisúpa. Hann horfði á þetta í svona 10 mínútur og sagði, þetta raun og veru allt of mikil einföldun. Og það raun og veru skýrir svolítið ástandið þarna. Þetta hefur verið, eins og Magnús var að tala að hafa breyst línurnar mjög hratt, menn hafa verið að styðja hópa sem veit ekki alveg hverjir eru og svo klofna þeir og flækir þetta allt saman ennþá meira. Og eins og hann var að tala líka, það var þetta eitt leiðilegasta landið í Miðausturlöndum á sín tíma. Það var ekkert að gerast þar og eins og Kínverjarnir eru sagðir segja, meinta bölvun meiru lifa á áhugaverðum tímum. Það loksins fór eitthvað að gerast og þá liðaðist allt samfélagið í sundur í staðinn fyrir að það yrði einhvers konar lýðræðisleg bylting eins og menn höfðu vonast til og hafði kannski orðið að einhverju leyti raunin í öðrum arabaríkjum í þessu arabíska vori. Ég kannski aðalega sérst mig svolítið í að fylgjast með dökku hliðina af þessu í Íslamska ríkinu. Þegar ég var að vinna á RÚV þá var ég í samskiptum við fulltrúa þeirra bæði innan og utan Sýrlands og fékk svona frekar einstaka sýn á málið í gegnum þeirra augu og hvernig þetta þróaðist allt saman. Því að í byrjun þá voru þeir alveg óðbóðslega sigurvissir og glaðir og eins og menn muna kannski eftir voru eiginlega dagleg myndbönd frá þeim þar sem þeir voru að taka fólk af lífi eða í raun og veru bara að reyna að komast í fréttirnar og þeir voru allstaðar. Manni sýndist á kortum sem maður sá í fréttum að þeir væru bara að storma yfir öll Miðausturlönd. Það féll hver borgin á fætur öðru og þeir virtust ekki hafa neitt fyrir þessu. Þvert á móti þá bættu þeir við sig liðsauka í hver skipti sem að þeir unnu sigra í staðinn fyrir að missa menn. Að þá löbbuðu þeir bara inn og fundu skriðdreka og byssur og slíkt sem að íraski herinn hafi skilið eftir. Þessi samtök verði í raun og veru til fyrir tilstilli Bandaríkjamanna. Það voru ákveðin mistök sem þeir gerðu þegar þeir voru að díla við uppreisnina í Írak. Þar var alræmdur hrotti sem að kallaði sig Sarkavi, var frá Jordan en stýrði því sem var kallað Al-Qaida í Írak þegar að uppreisnin þar var í algleymingi 2004-05 eftir innrás Bandaríkjamanna og voru daglegar sprengjuárásir á bílalestir þeirra og fleira. Og hann í raun og veru leggur grunninn af því sem að seinna varð Íslamska ríkið með því að gera þetta svona meira trúarbragðastríði en kannski margir aðri hefðu séð fyrir sér að hann sker upp herör gegn Shía-múslimum sem eru þarna fjölmennastir í Íran, nágrannaríkinu og svona næra vekja ótta súnnítana sem var í raun og veru staðfestu seinna við það að þeir yrðu hraktir út úr öllum betri stöðum í samfélaginu sem þeir hefur ferið í og þetta yrði svona hálfgert leppríki Írans og það var Maliki og fleiri leiðtogar Íraka sem gerði nú ekki mikið til að draga úr þeim ótta satt að segja með því að skipa mjög grimmt í stöður eftir trúarbrögðum. Það sem gerist því að Bandaríkjamenn eru nánast búin að knésita uppreisnina þegar þeir setja alla þessa verstu menn á sama stað og leyfa þeim að tala saman. Camp Bucca, það var búðirinn var þar sem þeir voru allir geymdir á sama tíma og þar voru engir verðir inn í búðunum bara fyrir utan. Þannig að þeir hefðu bara frítt spil og einkennasta frásögnin sem ég lesið var svo að þetta hafi allt saman byrjað með nærbuxum. Það var eina sem þeir gátu gert til að skiptast á upplýsingum. Þeir náttúrulega mátti ekki vera með pappíra eða neitt en þeir fengu einhvers konar penna og einhvers konar blek og það sem þeir gerðu var að þeir tóku strengina úr, gummíið strengina úr nærbuxunum sínum
og skiptust á númerum og heimilisföngum og ættatengslum. Og svo þegar þeim var á endanum sleppt af því að það var ekki nægar sannanir, að þá fóru þeir bara allir að rotta sig saman og hittast aftur og skipuleggja næsta áfanga. Og ekki löngu eftir það byrjar stríðið í Sýrlandi og þeir raun og veru líta á það sem bara fullkomið tækifæri sem það reyndist vera, storma þar yfir, vinna landvinninga, fá vopn og koma svo yfir og mæta þessum Shia-her sem var algjörlega óundirbúinn af því að það var svo margir nýjir herforingjar og margir nýjir sem höfðu enga reynslu í íraska hernum á þessum tíma. Allur gamli Saddam-herinn í raun og veru gekk til liðs við ISIS eða Íslamska ríkið svo kallaða, af því að þeir lita á þetta líka sem bara sína hagsmuni eins og Magnús var að tala að þeir áttu ekki lengur neins staðar heima. Og það sem þeir gerðu í raun og veru var bara að vinna auðveldustu landvinningana. Þetta er að skoða kortið að það sem þeir náðu var bara það sem er algjört flatlendi, litlar varnir, eins og þegar þeir tóku Mósul, þá voru þeir vist bara með nokkur hundur manns. Þar var mörg þúsund manna vel vopnað og þjálfað herlið átt að vera Íraka. Þeir lögðu niður vopn og flúðu og hefur verið mikið gagnrýndi fyrir það. En partur af hvernig þeir náðu því var einmitt þessi áróður sem hefur verið aðalsmerki samtakana, þessi flottu myndbönd sem þeir gera af allt það. Þessi gerðu var þar að þeir biðu fyrir utan Mósul og byrjuðu að senda SMS skilabóð meðal annars til hermannana sem þar voru vakt. Og í þessum skilabóðum voru myndir af aftökum, þegar þeir voru að höggva útlimi og jafnvel gelda menn fyrir fram á myndavélarnar og þetta býður ykkar, sögðu þeir. Og menn fóru náttúrulega ókýrast mjög í hersveitunum og síðan kemur þessi mikli sandstormur og þá byrjar árásinn og þeir byrja að skjóta einhverju sprengjum yfir og menn bara, eins og maður segir á slæmri íslensku, panikuðu og hlupust á brott þúsundur saman og skildi eftir mjög mikið af öflugum hertækjum og tólum sem síðan var notuð næstu ár gegn almenningi. En ég vil ekki hafa þetta endalaust langt svo þið geti fengið einhverju spurningar en það sem hefur breyst er að núna er maður raun og veru ekkert hægt að vera í neinum samskiptum við þetta fólk í gegnum venjulegt internet. Þeir eru meira og minna bannaðir af samfélagsmiðlum. Þeir rotta sig saman á dark web svo kallaða sem að það er sérstakann hugbúnað til að komast inn á og eru orðnir mun meira varir sig. Og eftir ég hætti í fjölmiðlum og fór í stjórnmál hef ég reynt að vera sem minnst í samskiptum við Íslamska ríki. Það er ekki pólitískt sniðugt sko og þeir í raun og veru standa fyrir þessu ennþann í dag að dreifis á internetinu en eru orðnir mun veikari fyrir og stjórna í raun og veru ekki á sama hátt og þeir gerðu. En þá ætlum ég bara að bjóða spurningum. Takk.